Íslendingar gætu hagnast á því að aðlaga ferðamannastaði að Kínverjum í framtíðinni, segir breskur markaðsgreiningar sérfræðingur. Hann segir Breta hafa gert slíkar breytingar með góðum árangri. Jóhanna Margrét Gísladóttir. Henry Mason, sérfræðingur hjá trendwatching.com, hélt fyrirlestur á IMARK deginum í dag. Þar fjallaði hann 12 mikilvæga strauma og stefnur sem fyrirtæki þurfa að hafa í huga á þessu ári. Ein af þeim vöxtur í kínverskum ferðamannaiðnaði. We're seeing huge growth in Chinese tourists, and businesses are increasingly rolling out the red carpet. These are the people with the money now, and so they're adding features and special services for Chinese consumers. Til dæmis séu hótel farin að bjóða upp á kínverskan mat og þjónustu, flugvellir hafa sett upp kínversk skilti og flugvélar bjóða upp á kínverskar bíómyndir. Harrods, the famous department store, they actually installed Chinese bank card machines in their store because Chinese cards are not compatible with the Western system, and they saw sales rise 40% from Chinese consumers. So, businesses which are tailoring a little bit are seeing real success. Hann segir íslenska ferðaiðnaðinn þurfa að undirbúa sig fyrir komu Kínverja, til dæmis með því að gera svipaðar breytingar og hafa verið gerðar erlendis. Hann segir þó ekki óeðlilegt að Íslendingar hafi verið tregir til að selja landsvæði til Kínverjans Huan Nubo, en svipuð viðbrögð nú í Bretlandi vegna áforma að byggja upp kínverskt ferðamannaþorp í Wales. When people are talking about land and property, it is very different from adding a new item to the menu. Innan fárra ára munu allt að 100 milljónir Kínverja heimsækja Vesturlönd ár hvert. Tækifæri felast í að byggja upp ferðaþjónustu sem tekur tillit til sérþarfa þeirra, segir sérfræðingur í markaðsmálum. Breskur sérfræðingur í markaðsmálum segir mikil tækifæri felast í að byggja upp ferðaþjónustu sem taki tillit til sérþarfa Kínverja. Kínverskum ferðamönnum fjölgar hratt og búist við að innan 8 ára muni 100 milljónir Kínverja heimsækja Vesturlönd árlega. Henry Mason, sérfræðingur fyrirtækisins Trendwatching, var meðal ræðumanna á IMARK deginum í Hörpu í dag. Hann hefur fylgst með viðbrögðum evróskra fyrirtækja við auknum ferðamannastraumi frá Kína. So we've seen more and more businesses actually launching tailored or special services for these Chinese guests. So we saw the Hilton Hotel, for example. They now have a program where in a number of their hotels they have Chinese-speaking staff and a Chinese breakfast menu. Hann segir þó ekki koma á óvart að áætlanir kínverska fjárfestisins Huang Nubo hafi valdið deilum hér á landi. Hann þekki mörg svipuð dæmi. In Wales, a Chinese property developer has just unveiled last month, has unveiled plans to build an entire village, tourist village for Chinese tourists, complete with Chinese road signs and the shops selling Chinese food. And people obviously, when it comes to land, people are a little bit wary of what this means. Hann telur þó ekki að kínversk stjórnvöld tengist þessum fjárfestingum. It's not so much to do with the government, other than the Chinese government letting more people travel. And as people get wealthier, Chinese people get wealthier, they look to travel abroad and to experience new things. En í hvað sækja kínverskir ferðamenn? At the moment, we're very much seeing Chinese tourists focusing on shopping and going to Paris and London and frequenting the luxury boutiques. Nature tourism, I think, is something that may well come a bit later.